Komið sæl og velkomin á kaffistofuna. Kaffistofan þáttur sem alfarið helgaður launafólki, líðan þess, lífi, afkomu, kjörum og réttindum. Í kvöld ætlum við að fjalla sívaxandi vandamál sem vinnuálag og afleiðingar vinnuálags. Atvinnurekendur hafa undanfarin ár gert sífellt meiri kröfum afköst. Það hefur leitt til þess að margir hafa hreinlega bugast og svo koma náttúrulega inn í þetta önnur atriði en álagið það mikið að það getur leitt til veikinda, kulnunar og jafnvel örorku. Gestir mínir í kvöld hafa allir fundið fyrir þessu en þau þau María Gunnlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur, Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og Pétur Einarsson, hagfræðingur. Pétur, ég ætla að byrja að spyrja þig, hvað gerðist í þínu tilfelli? Lýstu því fyrir okkur, Pétur. Já, ég var rúmlega fertugur og þetta rétt fyrir hrun. Ég var að vinna hjá Íslandsbanka og ég var í London. Ég var giftur með 2 börn og það gekk vel, lífið gekk vel, svona veraldlega og já, fjölskyldulega séð. Síðan þetta að gerast þarna að það gríðarleg samkeppni á milli bankana og ekki síður bara íslensku bankana á milli sín á hlutabréfamarkaðinum. Það voru allir alltaf að horfa á hvað gengi var í þessum banka og hvað hann var að gera og hvað var að stakka mikið og svoleiðis. Þrýstingurinn var gríðarlegur og Íslandsbanki var kannski varkár með hina bankana á þessum tíma íhaldssamur. En ég tók þetta mjög nærri mér. Ég var alltaf að reyna að gera þetta mitt besta og reyna að búa til verðmæti og skapa verðmæti og láta bankan ganga vel. Og það var bara erfitt og þótt að það gekk alveg þannig sem það gekk þetta mjög vel en einhvern veginn var það aldrei nóg. Mér leið þannig. Það var bara aldrei nóg og þannig að ég fór að verða alltaf finna fyrir meiri og meiri streitu, vinna alltaf meira og meira. Ég vaknaði 6 á morgnana og var farin út 6:30, þannig ég sá aldrei fjölskylduna áður en ég fór út og ég kom yfirleitt ekki heim fyrir svona milli 9 og 10 á kvöldin. Þannig að ég var í engu tengslum við fjölskylduna, engu tengslum við sjálfa mig og ég var bara að vinna. Fannstu fyrir að áður en að hvað gerði svo? Vaknaðu bara einn daginn og varst búin á því, eða hvernig var þetta? Ja, þetta var svona, kannski gerðist þarna á nokkrum árum. Ég til dæmis, það voru vinir mínir, við fórum í saumafrí þarna síðasta sumari áður en ég bara algjörlega krassaði og til Ítalíu og vinir mínir voru að segja við mig daginn, já, við munum eftir þessu. Þú varst allt sumarfríið í símanum að tala, að vinna og þetta var bara orðið þannig. Þannig að ég var farin að fá hausverk, gríðarlegan hausverk, stundum leið mér bara svo illa. Ég man einu sinni, við vorum að fá eitthvað vinafólk í heimsókn og ég var nýkominn heim úr vinnunni, ég lá bara í rúminu með öll ljós slökkt, dregið fyrir, ég gat ekki hreyft mig, ég gat ekki talað, ég gat ekki hitt neitt. Þannig að þetta var bara þannig, þetta var líkamlegt, andlegt í endanum að það var engin leið út nema bara að segja stopp og ég fór þarna til Íslands þetta sumar, þarna í ágúst og sagði við stjórnendur bankans að ég bara gæti ekki meira, ég ætlaði bara að hætta. En það vissi enginn almennilega þá hvað var að gerast eða hvort að það héldu allir að ég var bara búið til eitthvað bíó til þess að fara að vinna hjá öðrum banka og fá eitthvað meiri pening eða eitthvað svoleiðis. Það var ekki svo. Ég gat ekki meira. Ása, já. Þú upplifir líka þetta að þú ferð bara frá, getur ekki meir og ferð þarna í veikindaleyfi og ert í því núna. Lýstu þinni sögu, Ása Lind? Já, þetta byrjar kannski fyrst fyrir svona 5 árum.
þá fer ég í stutt veikindaleyfi, 8 vikna veikindaleyfi. Þá krassaði ég, þá var bara svona kvíði búin að vera að aukast og streita og þunglyndi eða svona depurð og svo einn daginn þá bara strákurinn minn að fara í skólan og ég leggst bara í gólfið, sko. Ég bara einhvern veginn hnipra mig saman, ég bara alveg búin á því. Þetta fyrir 5 árum. Síðan fer ég í veikindaleyfi en ég fer ekkert í neina endurhæfingu eða neitt svoleiðis. Ég fer svo bara aftur í fulla kennslu. Svo fer ég reyndar í námsleyfi stuttu seinna sem var dálítið gott. Og svo byrja ég aftur bara í fullri kennslu og eiginlega búin að vera á hnefanum í 2 ár í fullri kennslu. Ég sem sagt greind með vefjagigt líka. Þannig að full kennsla eiginlega, já, hún mér dálítið erfið, sko. En það einhvern veginn þannig að maður annarkvort bara í fullri kennslu eða sko, það oftast þannig. Það ekkert margar leiðir til þess að vera í einhverju svona hlutakennslu eða allavega ekki til að fá allavega full laun, þar að segja. Þannig að ég veit ekki hvort ég endi á því að sækja örorku út af vefjagigtinni á móti hlutakennslu eitthvað, það er svona draumurinn en ég ekkert komin þangað. En ég sem sagt síðan aftur núna í COVID, þá fórum við strax í fjárnámið í framhaldsskólanum og ég var að kenna í fjárnámi og svona og þá held ég að ég hafi fengið svolítið spennufall af því að þá þurfti ég ekki að vakna á hverjum degi og fara upp í Garðabæ og halda fyrirlestra þar, heldur var bara hérna heima og held ég hafi fengið bara hálfgeitt spennufall og ég eiginlega bara svo fer ég að fá bara einhverju svona skrýtnar hugmyndir og vera bara mjög kvíðin þannig að ég enda með að fara inn á geðdeild núna í vor eftir, upp úr þessu COVID-i og ég búin að vera sérst í veikindaleyfi núna í 6 mánuði. 2 mánuðir þetta fyrst. Ása, þú sko var ekki alltof mikil að það, ég veit að það mikið álag að vera framhaldsskólakennari og það eru margir kennarar sem hafa lent í kulnun út af álagi. Já, mér skilst að kennarar eða svona, séu stór hluti af þeim sem koma til dæmis til virk í endurhæfingu, þeir sem hafa verið í veikindaleyfi. Það er mikið, bara mikið fólki umönnunarstörfum náttúrulega, háskólamenntar í umönnunarstörfum, búin að vera í, það er rosa krefjandi að vera kennari, sko. Og kannski hefur hafa þessi skipti yfir í, mér fannst mjög gott að vera heima í fjarnámi, eða sérst kenna í fjarnámi, en þá held ég að streitan hafi bara allir komið. Skilurðu, þegar maður hægir á sér, þá er bara komið upp, að því ég var alltaf bara á hnefanum, þú veist, að kenna fulla kennslu. Og ég rauninni gata ekki, sko. Ert þú þá eina af þessum sem að, flestir sem að lendi í kulnun, að þeir hafa í rauninni keyrt allt og mikið, kannski vitandi það, að þetta væri ekkert í lagi. Kannast þú við það? Já, þegar ég krassaði þarna fyrst fyrir 5 árum, þá hugsa ég get ekki verið í 100% kennslu, en svo enda ég einhvern veginn að fara samt aftur í 100% kennslu. Og en núna ætla ég, er ég miklu lengra veikindaleyfi og ég var einmitt að byrja í endurhæfingu bara núna fyrir helgi inn á dagdeild á Kleppi og þannig að þetta verður miklu lengra ferli núna og ég eiginlega ákveðin í að fara ekki aftur í 100% kennslu. Ég bara held ég treysti mér ekki í það, ég vil ekki krassa í 3. sinn og vera þá ennþá lengur. Þannig að þetta, María, nú ert þú komin á raun og veru örorku og og hver er þá þín saga? Nú hefur þetta gerst á einhverjum tíma. Segðu okkur frá þinni sögu. Já, það er ekkert svona eitt atriði sem að gerðist heldur var það margir hlutir sem að hlóðist upp á löngu tíma og byrjaði það svo svolítið langt síðan það byrjaði og ég held að svo sannarlega starfið stóran hluta en það er líka
margt sem að maður þarf að takast á í einkalífi og félagslega og þetta helst svona í hendur þannig að það hvoru tveggja í starfinu sem mjög, sem sagt ég hjúkrunarfræðingur og það mjög margþætt starf og flókið og þættirnir eru allir svolítið þungir í þessu starfi, það minnst kosti það sem að ég hef verið og á sama tíma þá það bara hjúkrunarfræðingar eins og allir aðrir og allar starfsstéttir eru náttúrulega hluti af samfélaginu og ein starfsstétt hún endurspeglar náttúrulega samfélagið. Þannig að í fagstétt eða hvað starfsstétt þá fólk sem að endurspeglar bara samfélagið og þar með talið að mjög margir eru að fást við mjög erfiða hluti og það má segja það, í mín tilviki þá þetta bara svona 50-50. Ég upplifði það að það var ekki griðarstaður til að hvorki í einkalífi né í vinnunum minni, þannig að ég fór þarna á milli tveggja póla alltaf og þá maður að tala sko það að ég náttúrulega ekki meðvitað, maður getur sagt svona eftir á en meðan þetta alltaf gerast þá, en maður ekkert að hugsa svona, maður bara gerir það sem að fyrir mann hvað sem kemur upp í hendurnar á manni á hverjum degi og svo heldur maður bara áfram, svo kemur næsti dagur og næsti dagur og næsti dagur og fyrir rest þetta orðnir kannski það áratugur, 2 áratugir og það ekki tími til að hugsa hvað að gerast og svo bara maður alveg búinn af því að þetta hleðst upp og maður með þessar hugmyndir að það bara sofa vel í nótt eða jafna mig í sumarfríinu eða eitthvað svona en það gerist ekki, það gerist náttúrulega ekki og þannig var að ég síðan fyrst þegar ég verð veik þannig að ég ligg í rúminu þá fékk ég mónonúkleósis sem einkirningasýki og hún ekki bráðsmitandi þannig að hún getur hitt fyrir fólk sem með býr við mikið stress og þá var náttúrulega minnka mótstað og þannig vektist ég fyrst og miklu seinna þá frétti maður það náttúrulega að það margir hafa þessa sögu þennan sjúkdóm, mónonúkleósis eða einkirningasýki sem upphafið af því að líkaminn fer að gefa sig. Þannig að í raun og veru það gerist þegar ég 30 ára og ég var náttúrulega mörg ára eftir að reyna eitthvað að ná mér upp sko og hressa mig við og hélt að þetta myndi nú koma í daginn og væri bara eitthvað blóðleysi og svona en svo náttúrulega varði ég aldrei alveg söm eftir og sama tíma ég að fást við viðfangsefni bæði í einkalífi og í starfinu og smátt þá bara get ég ekki meira og ég fer á örorku svona sko 12 árum seinna þá ég bara að reyna að berjast og reyna að einhvern veginn að krullast áfram í 12 ár en fæ þá greiningu og öryrki og það náttúrulega engin peningur þannig LSR taldi sig ekki eiga að greiða mér örorkubætur þá vegna þess að ég hafði ekki verið að vinna en ég hafði ekki verið að vinna í einhvern tíma vegna þess að ég gat það ekki þannig að þarna kom svona vítahringur, þú færði ekki lífeyri af því að þú varst ekki að vinna en málið að ég var ekki að vinna af því að ég var veik og þurfti að fara þannig að þetta var svolítið fáránlegt ég tel að þessar reglur séu nú breyttar núna sko. Ég fór í hlutavinnu og hlutavinna í vaktavinnu og það verður alltaf aðeins meira, ég fór í hálfa vinnu ég var metin 75% öryrki en ég fór alveg upp í 60% vinnu og aðeins eiginlega geta þannig að það virkaði á mig eins og ég væri að skila 100% vinnu, ég sko var bara það þreytt og þannig var það bara mjög lengi og síðan eru nokkur ár síðan ég hætti að vinna þá gat ég bara ekki meira
svona þetta sko, að í raun og veru kerfið fjandsamlegt fólki sem lendir í svona og og maður finnur það sko að fólk hrætt við að fá á sig einhvers konar fordóma eða eitthvað svoleiðis og þetta náttúrulega sko, þetta náttúrulega gengur ekki því að það eru svo margir sem að hafa upplifað þetta að það verður bara að vinda ofan að þessu og tala þetta og karlmenn til dæmis eru ekki eins tilbúnir til að ræða þetta og það nú kannski gamla karlmanna ímyndin sko en auðvitað vonandi sífellt fleiri eins og Pétur sem að hefur stigið fram sem mjög aðdánavert og mig langar að spyrja þig Pétur svona helstu einkennin þú veist nú lendur í þessu og þetta svo mikið álag og það náttúrulega hagræðingakrafan alveg rosaleg ég ætla bara að nefna að taka eitt dæmi að sjálfri mér að ég var að vinna sem fréttamaður á Stöð 2 á Bylgjunni í hvað verður 6 ára eða eitthvað svoleiðis og bara ég hef búin að vinna kannski svona í 8 mánuði þegar að bara 5 samstarfsmenn mínir sem unnu þarna með mér á fréttastofunni sem að sko skiluðu þvílíkt fínu starfi þeir voru bara reknir bara eins og það væri bara sjálfsagt að henda út fólki eins og þetta væri bara heipokar það var svona þessi andrúmsloft og þetta var líka svona dálítið fyrir hrun þetta rosalega fjandsamlega andrúmsloft hvað varðar það að menn þurftu að vinna svo mikið og það þurfti að hagræða svo mikið og segja svo mörgum upp til þess að eigendurnir fengju meira til sín þannig en núna vonandi fer að koma betri skilningur á þessu en mér langar samt að beina orðum mínum að þér Pétur hver eru svona heilstu einkennin í dag hjá þér og svona hvað svona erfiðast að eiga við? Þegar þú segir í dag? Já, ég meina bara svona eftir þetta, það að segja eftir að þú, hvað eru einkennin sem sagt eftir að þú í raun og veru áttar þig á því hvar þú ert lentur í þessu? Já, sko, þetta gerist þá þannig að ég bara gerst algjörlega upp og ég gat bara ekki meira og hætti og þá fer ég að vinna bara í sjálfum mér og ég gef mér tíma til þess andlega og líkamlega og ég fer að hreyfa mig aftur sem ég hafði auðvitað alveg ekkert sinnt. Ég fór til sálfræðings og ég fór að stunda 12-spora samtök og svoleiðis svona fundi og stuðningur og ég fór að vera með fjölskyldunni miklu meira ég man að þarna fór ég bara í fyrsta skipti að fara með syni mína í skólan á morgnana ég hafði aldrei bara gert það ég hafði aldrei verið til staðar þegar þeir voru að fara í skólan. Þannig að þetta ferli byrjar og ég bara hægt og rólega verð aftur ég sjálfur held ég. Ég fer svona að finna eitthvað jafnvægi og líða aftur vel og þegar ég fór aftur að vinna að þá var ég alltaf með það sem fyrsta sko markmið að þetta væri auðvitað til þess að afla tekna en á mínu forsendum og að ég geti verið með jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldu, áhugamál, félagsmál og svo framvegis og ég búinn að reyna að halda því við síðan bara í þessi 12 ár. Þannig að minn lífsstíll í dag auðvitað allt annar og ég og auðvitað tekjur auðvitað ekkert eins og í banka fyrir hrun og ég spá ekkert í það enda sko grunnurinn á þessu hjá mér auðvitað eitthvað innra öryggi og einhver innra vanlíðan. Maður fer ekkert að splundra fjölskyldu og öllu og hjónabandi fyrir einhverja vinnu nema sé eitthvað að.
og hjá mér var raunverulega eitthvað að. Ég var raunverulega ekki almennilega kannski búin að átta mig á að gera upp mína fortíð, mitt líf. Ég var ekki kannski búin að raunverulega vissi ekki alveg hver ég var og ég var með mikla minnumáttarkennd og mikið óöryggi og ég var alltaf að reyna að lækna það og einhvern veginn að leysa það með einhverju veraldlegu, með samþykki frá öðrum og með þessu stjórnleysi í vinnu. Og þannig að það þetta stóri vendipunkturinn þegar ég svona gefst þarna upp og ég fer að bara horfast í augu við sjálfa mig og við líf mitt og þegar ég fer svo og ennþá að finna þessi grunngildi í mínu lífi og mína sýn og hvað þessi skiptir máli, þá bara allt miklu auðveldara. Þá veit ég hvert ég vil fara, hvert ég vil stefna og svo það bara spurning hvernig og lífið bara yndislegt. Já, það gott að heyra það sko að hvað í rauninni þá hægt að vinna sig upp úr þessu þannig að menn þá breytum kúrs í lífinu sem verður til góðs. En þetta hlýtur ég var að tala áðan að hvað karlmenn ættu oft erfitt með að horfast í augu við þetta og viðurkenna þetta og segja frá þessu. En hvað var í rauninni erfiðast hjá þér, Pétur? Hvað var erfiðast fyrir þig að upplifa þessa reynslu? Skömmin þetta var gríðarleg og fyrir mig að viðurkenna það að ég sem sagt bara gat ekki meira og var að gefast upp og var að hætta að ég skammaðist mín mjög mikið fyrir það. Ég var ekki að standa mig og ég var ekki góður, sterkur maður. Þannig að það fannst mér auðvitað gríðarlega erfitt og svo afleiðingarnar gagnvart fjölskyldunni, það þetta það sem hefur alltaf erfiðast að hjónabandið endaði reyndar 2 árum seinna en þetta var svona erfiði tímar þarna sem voru raunverulega búin að vera í einhvern tíma og hélt áfram og þannig að þetta hafði áhrif á hjónabandið og þetta samskipti við syni mína og mína nánustu. Ég var auðvitað bara einn í einhvers konar manju og þunglindi og allt þar á milli og oft langaði mér ekkert að lifa lengur sko. Þannig að það var gríðarlega erfitt en ég segi líka að ég þurfti að fara í gegnum þessa erfiðleika. Ég þurfti að ná kannski þessum botni til þess að fara í þessa vinnu sem ég fór svo í, að fara að hugsa mataræði, svefn, hreyfingu, andleg málefni, samskipti við sína nánustu og rækta þetta allt saman til þess að raunverulega vera maðurinn sem ég í dag og þannig að ég bara gríðarlega, þetta var erfitt en ég gríðarlega þakkláttur og ég hef alveg hringt aftur í samstarfsmenn mína eða yfirmenn og ég bara þakka þeim fyrir að hafa fyrir allt sem gerðist og þeir eru kannski svolítið hissa á því en ég trúi því að með þetta drepur mann ekki, þá verður maður bara sterkari og vonandi betri maður. Já, hvað segir þú, Ása? Hvað hefur verið, lýstu þessu fyrir þetta ferli og hvað hefur verið erfiðast fyrir þig og hvernig þú hefur unnið þig út úr þessu þannig að þú ert eins og þú sagðir áðan, þú ert að vinna í þessu, endurhæfing. Já, ég var að byrja endurhæfingu. Þegar ég var sem verst í sumar, ég sem sagt í rauninni krassaði þarna í loka apríl, byrjun maí og hérna á geðdeild og þar í viku og svo kem ég heim og líður þokkalega þegar ég kem en svo fer ég svona hægt og rólega síðan einhvern veginn niður
þegar ég í sem mestu svona þunglindi þá bara kemst maður varla fram úr rúminu. Ég þurfti sko, á tímabili fór ég ekki út úr húsi dálítið langan tíma, ég treysti mér ekki til að keyra bíl eða fara í búð. Þú veist, ég treysti mér ekki til að svara í síma. Maður svona algjörlega einhvern veginn, maður verður svona, já, orkan einhvern veginn engin til að takast á við daglegt líf. Þetta rosalega skrítin upplifun. Og ég var sem betur fer, maður minn, hann bara smurði ofan í mig og eldaði ofan í mig og ég var bara eins og draugur, sko, og treysti mér ekki til að hitta vinkonur eða varla að tala við þær í síma, kannski rétt. Og á tímabili treysti ég mér ekki einu sinni til að fara á Facebook og ég sem frekar svona þekkt fyrir að frekar virk á Facebook, sko. Þannig að þetta voru alveg nokkrar vikur sem að ég bara, já, ég var bara eins og draugur, ég var bara ekkert lík sjálfri mér. En svo sem betur fer, þá hefur mér svona, já, núna á einhverjum tíma náð að fara að líða aðeins betur og núna loksins treysti ég mig til að fara í endurhæfingu. Í sumar var ég eitthvað að tala að ég ætlaði að fara í endurhæfingu en það náttúrulega full vinna við í endurhæfingu. Þannig að maður getur ekki farið veikur í endurhæfingu, maður þarf eiginlega að fá að komast yfir veikindin svona einhverju leyti áður maður byrjar síðan í endurhæfingunni, sko. En það mjög gott núna fer ég á hverjum degi milli 1 og 4 og ég byrja að prjóna. Ég var stolt af því, einu af þeim sem var ekki að prjóna, það voru allir að prjóna í vinnunni og ég var alltaf bara nei, ég prjóna ekki, nú ég farin að prjóna. Og í endurhæfingunni og svo bara slökun og göngutúrar og þannig að það bara mjög gott að vera í einhverju svona virkni utan heimilis. Skilur það þegar maður búin að vera heima í 6 mánuði að byrja að fara í nokkra tíma í senn. Þú veist, mæta alltaf eitthvað á hverjum degi, það ágætt, þú veist, áður að maður síðan hendi sér í það að reyna að byrja að vinna aftur. Ég á alveg eftir að sjá hvernig það fer og alveg eftir að sjá hvernig það fer, hvort ég get verið í svona hlutakennslu, svona launalega séð, sko. Og þá á maður eftir að fara í gegnum það, í gegnum allt matskerfi hjá Tryggingastofnun og hvort að maður fái eitthvað mat. Mér skilst að það sé bara frekar erfitt að fá örorkumat. Ég þekki, það samt ekki ein raun en mér skilst að það sé svolítið sparningur. María getur kannski sagt okkur frá því, ég veit ekki, það tók hvað 12 ár. Já, María, segðu frá þinni, sko, núna þetta náttúrulega erfitt að kannski að horfast í augu við það að vera orðin öryrki og geta jafnvel ekki knúið aftur til vinnu. Lýstu því hvernig tilfinning það er? Sko, ég bað ekki, mér datt ekki huga að ég væri að verða öryrki, sko, upp á 30 og ég bað aldrei neitt heldur bara var þetta gamla íslenska módel í gangi að halda bara áfram. Það nánast, maður þekki nánast ekkert annað, sko, og ég bað aldrei neitt slíkt einhverja greiningu eða neitt, en ég bara hélt áfram og svo krasaði ég algjörlega fertugt og á næstu árum eftir þá var ég bæði á Reykjalundi og Hveragerði og ég á baki svona, því ég tek alla mánuðina saman, öll skipti sem ég verið þar, þá það næstu í ár og einhvern tímann þarna á ferlinu þá, eftir ég var á Reykjalundi fyrst, þá fer ég að fá greiningu og sko í dag ég með svona aðalpósturinn það gigt, að ég með slitgigt, vefgigt og áfallsfærðuröskun með alls konar einkennum sem kvíði og getur verið þróttleysi og alls konar. En þessi hlutir voru náttúrulega gamlir þegar voru greindir. Það var ekki svona allt í einu og ég var bara allt í einu komin með þetta. Allt þetta var náttúrulega búið að matla sjálft í 20 ár, ger ég ráð fyrir. Og læknarnir mín líka. Og það hefur alltaf verið
ekki það hefur aldrei verið hlaupið af því að fá brenda örorku, kannski öfugt við það sem að sumir vilja halda fram sem eru svona kannski ekki með alveg jákvæða sýn á það þegar fólk með sjúkdóma og telja að þarna sé eitthvað fólk sem að bara vill fara á þetta. Það sko aldrei sett í staðan því að það fólk þarf að fara í gegnum mörg sigti og það margir sérfræðingar og sem að meta og tekur svolítið tíma og þannig að einmitt þetta með þegar að vera að gagnrýna öryrkja fyrir það að þeir vilji bara fara á öryrkja eins og þeir getur bara ítt okkur takka á ákveðin ég ætla núna að fara á öryrkja, það var hjá alls ekki þannig. Það margir sérfræðingar og ég held að þeir ættu nú bara móðgast í því því ég haldi fram að þeir hafi ekkert að segja, þeir hafa sko mjög mikið að segja og en ég veit ekki nákvæmlega hvernig við í dag, ég fæ þarna þetta mat sko fyrir þetta mörgum árum, alveg 20 árum og svo seinna matið, því það náttúrulega trúnaðarlæknar eins og hjá LSR, trúnaðarlæknar sem að þurfti að meta með farinn miklu seinna og en þetta með að sko ég sátt við það í dag að vera ekki vinna og ég hef verið sátt við það núna síðustu árin vegna þess að ég náttúrulega búin að skila það mikilli vinnu út frá með minn aldur og ég byrja mjög ung að vinna og mér langar eiginlega svona kannski ég líka að tala fyrir mun margra Íslendinga að minni kynslóð að mörg okkar byrju að vinna mjög ung og svo ég sé ekki bara að veifa sko sjálfur mér heldur bara margir konur karlar minn kynslóð byrjuðu sem börn að vinna. Ég gerði það líka og ég byrjaði að vinna bara, hafði verkefni í sveitinni þegar ég var 6 ára og síðan vann maður við unnum og ég utan á landi þannig ég vinn bæði í sveit og í fiskiþorpi, útgerðarplási við alls konar störf og bæði utan dyra og innan í áraraðir og á sumrin og þannig að þegar ég finn í hjúkrun þá ég alveg komin með svona eitthvað slit, ég ætla þessi ungu hjúkrunarfræðingur. Já, það er nefnilega þannig sko að það í raun og veru sko þess að ég bjó núna í útlöndum í nokkur ár og það var alveg sko að sjá einhvern ungling að vinna, þú veist, það er ekki þannig og nema kannski í einhverjum fjölskyldufyrirtækjum, eitthvað svoleiðis. En ef þú ferð í H&M eða einhverja svona búðir, þið vitið, sem við þekkjum öll í Evrópu, þá sér þú ekki svona ungbörn eða ungbörn á kassanum í súpermarkaðinu. Nei, það er ekki svona. Þannig í raununum verður að segjast eins og að hér hefur bara verið stundu barnaþrælkun mjög lengi og vinnuálag rosalega mikið og og ég til dæmis var sjálf í háskólanum í atvinnulífsfræðum og það kom ég sko að því að þetta sko, hvað menn sko eru svona bundnir af því að vinna mikið eins og það sé eitthvað rosalega göfugt sko og Íslendingar eins og þið eru búin að tala eru fullir af þeim hugsunum að það kom mér á óvart að vera eiginlega einn áfangi í þessum fræðum sem fjallaði einmitt afleiðingar vinnuálags. Og þar var einmitt verið að tala vefjagigtina og hvað rosalega margar konur fá vefjagikt vegna vinnuálags. Ég vissi ekki einu svona að vefjagikt væri til þegar ég byrjaði þarna. Það ekki langt síðan, ég útskrifaðist bara 2014 úr þessu. Þannig að það að byrja síðast inn þetta að vinna gegn þessu. En mig langar að spyrja því Pétur, hvernig þarf vinnumarkaðurinn að breytast til þess að þetta verði ekki svona, til þess að þetta haldi ekki áfram? Já, það er góð spurning. Ég sko held að þetta séu þetta samspil á milli atvinnurekanda og okkar sem eru að vinna í atvinnulífinu eða sko vegna þess að eitt eru kröfur sem eru gerðar á okkur og annað hvað kröfur við gerum á okkur sjálf og streita getur líka verið sjálfsköpuð og við, eins og ég var að segja áðan, við tökum
kannski hlutina of nær okkur, eða við erum kannski ekki nógu vel skipulögð, eða við vitum ekki alveg hvað það sem skiptir mest máli í okkar lífi. Já, en Pétur, við erum bara manneskjur. Við erum ekki róbótar sem getur stillt okkur inn á eitthvað kerfi sem að vera svona og hinsegin, þú veist, ég meina, við erum alls konar og... Er það ekki? Já, við erum alls konar. En klárlega þá held ég að við þurfum að fá þjálfun og menntun á þessu sviði. Það er ekki kennt neinstaðar að neitt í sambandi við streitu til dæmis. Og streita er mjög stórt vandamál, mjög stór hluti af þessu sem við erum raunverulega að tala um. Og hvaðan kemur hún? Og af hverju þurfum við að kannski vera búin að brenna út til þess að fara að fræðast stress og streitu og kvíða? Af hverju getum við ekki þá fræðst þetta fyrr? Og þannig að þetta snýr að menntakerfinu klárlega að stofnunum og fyrirtækjum og atvinnurekendum og okkur sjálfum að fræðast þessa hluti sem við þurfum alltaf að reyna að finna hvað er það sem við viljum fá út úr lífinu. Við viljum fá vinnu og afla tekna og hafa það gott og allt það. En hvernig finnum við þetta jafnvægi þannig að vinnan drepa okkur ekki? Vinnan á að vera okkur að líða vel í vinnunni og við eigum að fara í vinnuna ekki bara til þess að fá tékka í enda mánaðarins, heldur líka vegna þess að við erum að gera hvað sem okkur finnst skemmtilegt eða áhugavert en er ekki að fara að drepa okkur úr einhverjum kvíða. Þannig að hér er fyrrverandi starfsmaður í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og ég var í banka. Í raunverulega á ekki vera neitt munur þarna á milli. Í hvaða starf sem það er að það á að vera hægt að vinna vinnuna sína á venjulegum vinnutíma á þess að þurfa að vera að vinna líka á kvöldin og helgar og í sjoppunni og í fiski og á bóndabænum og allt þetta, bara vinna venjulega vinnu en að klára hana þannig að þetta snýst líka framleiðni. Við þurfum líka að horfa á framleiðni. Kannski er framleiðnin ekki nógu góð og þá erum við alltaf að reyna að einhvern veginn að gera meira og það tekst ekki og þá endar þetta svona með ósköpum. Já, það er nefnilega eins og það að maður upplifði það og það var einmitt talað um það í þessu námi hjá mér að jafnvel þó við Íslendingar innum svona langa vinnudag og helgar og allt slíkt að þá væri framleiðnin minni heldur til dæmis í Danmörku, þar sem unnið alls ekki unnin eftirvinna nema bara, það er bara ekki lífstíllinn að vera að vinna eftirvinnu. En þannig að það er eins og þú segir, Pétur, það er eitthvað að. En nú langar mig að spyrja Ása Lind, hver er framtíðin hjá þér? Nú hefur þú upplifað þetta, hvernig ætlar þú að breyta þínu lífi til framtíðar? Hvað er það sem að þú hefur lært sem mun skila sér til þín þannig að þú getur lifað góðu lífi í framtíðinni? Já, ég þarf held ég alveg örugglega að minnka vinnuhlutfallið mitt og ég held að það sé það sem þarf að breytast. Það er þetta viðhorf út í samfélaginu, það er þetta viðhorf að yfirvinna og ofvinna sér svo mikið dyggð. Þetta er náttúrulega mjög íslenskt og það er einhvern veginn þetta sem við þurfum að vinna dálítið kannski gegn. Nú náttúrulega þarf að stytta vinnuvikuna. Nú það að byrja og ég hugsa að það verði til góðs fyrir mjög marga vegna þess að ég held einmitt að framleiðnin okkar sé ekkit endilega svo mikið meiri þótt við verjum svona miklum tíma í vinnuna og ég held að fjölskyldur og fólk sé meira og minna úttaugar í vinnu og alveg börn og ég held að þetta sé bara ekki gott og ég held að já, ég myndi held að fyrir mig þurfi ég að vinna minna, vera ekki í fullri kennslu, ég held ég bara hendli það ekki með vefjagigtinni
Ég held kannski handlar það enginn eða við, þú veist, erum svona misvel einhvern veginn, já, búin í það að takast á í svona mikla streitu sem fylgir því að vera í fullri vinnu og keyra fram og tilbaka og fara í búðir og þú veist, þetta er bara allt og mikið álag held ég fyrir okkur öll, sko. Og svo eru náttúrulega sumir sem að kannski eru með grunnurinn eitthvað, þú veist, eru kannski að upplifa önnur áföll eða eitthvað þannig að þeir bara höndla þetta ekki, hvað sem það nú er, en já, ég held að viðhorfið þurfa að breytast og ég held að það verður að vera miklu svona algengar að fólk getur bara verið í hlutavinnu. Það er svona fordóma gagnvart því að hvað, ertu ekki í fullri vinnu? Þú veist, þetta er svo íslenskt eitthvað rosalega. Þannig að, já, hvort sem að ég veit ekki hvernig það fer, hvort að ég verður bara að sætta mig við minni tekjur eða hvort ég geti einhvern hátt sótt eitthvað í Tryggingastofnun, ég veit það bara ekki, ég á alveg eftir að fara í gegnum það, sko, en ég veit bara ég þarf að vinna minna og ég veit líka ég er í 3 saumaklúbbum, ég veit líka ég þarf að svona aðeins að tempra mig, ég er svolítið mikið í félagslífinu og eru þessi típa sem að tekur alltaf að sér að mitt komin í ykkur og sjálfboðavinnu þarna og pólitík þarna og í félagsstörfum þarna, ég er alltaf þannig típa, sko, tek mikið að mér sem er voðalega íslenskt líka. Að ég þarf að fækka hlutum sem ég geri og velja bara betur og þetta á við líka til dæmis eins og samfélagsmiðla, ég þarf svona að tempra það líka, að líka þá manni ofta orku. En já, þetta er... Horfa meira inn á við og hægja á sér, basically, kannski. Hvað segir þú, María? Hvaða ný viðhorf og gildi hefur þú núna til lífsins? Hvað hefur breyst hjá þér núna eftir alla þessa reynslu þína? Já, ég finnst ágætt að vera ekki að vinna lengur vegna þess að ég er náttúrulega búin að skila langri vinnuævi þannig, sko, allavega hálfri öld og hef alltaf verið að þá, líka ég ól upp 3 börn og meira minna 1 og mér finnst, sko, allt þetta sem að ég verið að kljást við hefur náttúrulega orðið til þess að ég skoða svolítið íslenskt samfélag og svo þekkir maður önnur samfélag og verða saman. Mér finnst íslenskt samfélag vera frekar, mér finnst það kaldranalegt og mér finnst það frekar ómanneskjulegt og það sem ég svona er að meta, það er ekkert bara í mitt líf heldur svo fjölmargra annara sem að ég hef hitt í mínu starfi, bæði í mínu starfi og líka í alls konar hópum og þegar ég hef verið í endurhæfingu og hitt fólk sem er líka í endurhæfingu og svo bara vini og kunningja og nágranna að sögurnar eru algjörlega endalausar. Sögurnar af því hvað fólk hefur verið reynt að gera og í grunninn langt flestar manneskjur eru bara góðar, samviskusamar og duglegar og og finnst að vera kallað til sinni ábyrgða eins og það að alveg börni sín og stunda skila vinnunni sinni og móttökurnar á því þegar fólk að gera þetta allt saman að ef það fer ekki alveg eftir einhverju þröngri reglu, einhverju normi, að þá fær það bara hreint út sagt ekki góða móttökur. Og til dæmis eins og það að vera í vinnu, það sem er allt og erfið, þess að kröfurnar eru gríðarlega, ómanneskilega mikla, að þá fær það ekki góða móttökur að vera ekki ánægð með það. Já. Og fólk sem er með fötluð börn til dæmis, og þarf að leita til sérfræðinga og þarf að leita til alls konar fagaðila og eiga í samskiptum við fullt af fólki út af því að það fær heldur ekki góða móttökur. Nei. Og fjárhagsvandi og alls konar hlutir og það eiga að vera aðstandandi fólk sem á mjög erfitt með heilsuna sína
og það fólk kannski að leita sér aðstoðar en fær hann ekki og þá lendir það aðstandendum að það að reyna að hjálpa líka. Já. Þetta er erfitt. Stuðningur þessu samfélagi næstum ekki neitt sko. Nei, og svo náttúrulega bæði endurhæfingarlífeyrir og örorkulífeyrir og örorkulaun. Þetta dugar náttúrulega enga veginn, við vitum alla þá sögu. En hérna, ég man til því þegar ég var að alast upp, sko, að þá var svo mikið talað yfirvinnuna. Það var engin, eins og við vorum búin að ræða hérna, engin maður með mönnum. Og ég man til því að ég tók eftir því með kallmenn, sko. Já, ég var nú í vinnunni allan dag, sko. Ég var að 3-4 eftirvinnutíma, sko. Þarna var sjálfsmyndin. Hún fólst í því hversu mikið þú vannst og eftirvinnu. Ég man aldrei svo, mér fannst þetta aldrei gott. Ég hlustaði á þetta sem krakki. Og núna fyrir 5 árum síðan, þegar ég ákveði að breyta í mínu lífi, að flytja út og vera á veturnar á Ítalíu, og þá var alltaf fólk að spyrja mig, og hvað ætlar að gera? Og þá var alltaf svari hjá mér að ég ætla að vinna eins lítið og ég mögulega get. Og fólk ætlaði bara, var svo hissa. Þú veist, ætlar ekki að vinna? Já, ég ætlaði bara að vinna og það framtíð hjá mér, að vinna eins lítið og ég mögulega get. Og þetta þykir fólki mörgum á Íslandi mjög erfitt eiga við, þeim finnst erfitt að kyngja því miður, en það vonandi breytist og nú langar mig að spyrja ykkur í lokin, því að nú þessi þáttur að verða búinn. Pétur, ef að þú vilt segja mér í dag, hvað skiptir þig máli í dag? Og hérna, það nú fræg bók, sé ekki hvort að þið hefur lesið hérna, A Road Less Traveled eftir Scott Peck. Já. Við kannum við hana, hann var ný dáinn, Scott Peck, hann skrifaði þessa bók og fyrsta setningin í þessari bók, sem ég las einmitt þarna, þegar ég fór í gegnum þetta allt saman, það fyrsta setningin Life is difficult, lífið erfitt. Og mér var þetta, en ég samt, vegna þess að maður bara viðurkennir það ekki. Maður vill ekki viðurkenna það að lífið erfitt og sérstaklega á þessu tíma svona frá kannski 25 til 50 pluss, þá það alltaf væntingar eitthvað. Ég að fara að eignast þetta, ég að fara að komast í þessa vinnu og svo giftuð okkur og svo eignast upp börn og svo alltaf þegar þetta gerist, þá þetta ákveðin vonbrigði. Þetta bara hellingsvinna, börnin og stressi í vinnunni og heimilið og þannig að þetta töff og ég búinn að sjá það, þetta alltaf ákveðin væntingastjórnun. Maður alltaf að gera sér einhverja væntingar eitthvað í framtíðinni og það það sem ég að reyna að vinna í, það bara vera hér og nú í núinu og líða vel hvað sem að gerast og ef ég fer í sjósund sem ég nýbyrjar að gera þess aftur og það sjórinn ekki nema 3 gráður núna og þú veist, maður þarf bara, það alltaf með mig. Ég ekki að deyja, ég inni í sjónum, það kalt, en ég lifi þetta af. Og svo þetta, eftir því sem maður gerir meira og meira svona og eins og líka hugleiðsla og stunda bara gott líf, líkamlega, andlega og allir þessu sviðum, félagslega, að maður líður alltaf betur eftir á og þannig að ef maður heldur sér bara við að gera sitt besta hér og nú og það svona það sem ég hef verið að reyna að einbeita mér að og svo eitt flottasta orði sem ég lært á seinni árum, það nei. Þannig að við erum bara að deyja úr meðvirkni og við erum alltaf að segja já, við erum alltaf að þóknast öðrum eða eins og að tala líka þið var að tala með vinnuna taka yfirvinnuna og taka þetta og það bara alltaf leið að segja nei og það enginn að fara að deyja eða neitt og bara ég þarf að læra að segja nei og hugsa að hlúa að mér og mínum og þá bara hlutinni miklu betri. Hvað segir þú, Ása? Hvað skiptir mig máli? Máli í dag, bara örstutt. Já, það þetta einfalda sem að maður svona oft tekur sem gefnu, það bara samvistir við manns nánustu og
að geta fara út í göngutúr og eiga vini og félaga sem að maður getur verið svona passlegu sambandi við. Ég þarf svona að passa mig að vera ekki of miklu sambandi við of marga vini. Ég þarf að læra að hægja á mér. Það sem skiptir mig máli þetta bara samvistir við manns nánustu og geta svona gert eitthvað sem að maður elskar að gera eins og ég svolítið að vinna í tónlist eða og hlusta á tónlist og kaupa tónlist og blanda saman tónlist í plötusnúð og þannig að það finnst mér svona aðeinslegt að taka smá tíma á hverjum degi til þess að gera eitthvað svona sem maður elskar og svo bara í samvistu við manns nánustu. Það er mikilvægast. En María, hvað segir þú? Hvað það sem skiptir þig máli í dag? Það mínir nánustu og gaman að ég hitta þá og hitta barnabörnin mín og hafði gistingu og svo umgangast gamla vini og svona fólk sem að ég hef lengi þekkt og líka að gera hluti sem að við erum alltaf langað til að gera og aldrei geta gert. Eins og ég hef gaman að ég hlusta á tónlist og ég var í svona myndlistarnámi og ég er svona að æfa það aftur, missa niður æfinguna, ég aðeins að gera það aftur og svo hef ég alltaf hreyft mikið og búin að synda í 12 ár og stunda það og líka göngutúra, það er náttúrulega sundið. Það hefur ekki verið mikið núna, en ég bíð eftir því að Laugarvatnsopni og svo líka bara muna alltaf, ef að eitthvað er mjög erfitt, þá er það ekki meant to be, Það er fórnarkostnaður aðeins að athuga máli, ef einhver er að streiðast. Það er kannski bara ekkert meant to be. Já, þetta er búið að vera ákaflega gefandi umræður og aðdánavert hvað þið hafið, María, Ása Lind og Pétur, hafið í rauninni unnið vel úr málunum og eru raunsæ. Þetta er vonandi eitthvað sem að hjálpar fólki þarna úti, ykkur sem verða að hlusta. Ef einhver á við þessi vandræði að þekkir eitthvað, þá er líka hægt að benda á að hlusta bara annað þátt, held ég, vegna þess að það er svo mikill sannleikur sem hefur verið borin fram hér. En við ljúkum þess í dag. Katrín heiti ég, Baldursdóttir, en áður en að við hættum þá ætla ég að minna á þætti samstöðvarinnar sem verða á morgun, föstudag. Það er sem sagt öryrkjaráðið, það byrjar klukkan 3 og svo er það Hinn Reykjavík klukkan 5 og svo Rauðaborðið að venju klukkan 8. Þessa þætti er hægt að sjá á Facebook síðu samstöðvarinnar sem heitir Samstöðin og svo eftir að þættirnir eru komnir í loftið, það er að segja eftir að þeir hafa verið sýndir, þá er hægt að sjá þá á samstöðin.is. Og svo meðan að þeir standa yfir þá er hægt að sjá þá á YouTube og þar heita þeir bara Kaffistofan og þar er hægt að sjá þá live og svo líka eftir náttúrulega að þátturinn hefur verið sýndur. Og svo þetta á við alla aðra þætti samstöðvarinnar. Kaffistofan verður á sama tíma eftir viku, verið sæl að sinni og takk fyrir í dag.